Jæja, ég er búinn að vera aðeins að glugga í ársreikninga Akureyrarbæjar og það er alveg fróðlegt og þetta eru útvarpstekjur Akureyrarbæjar hérna 100% og ég var að kíkja á fyrir mikið í menningu og listir. Það er þetta hérna og það er þessi hérna litli ferningur, þetta er menningu og listir sko. Nú ætla ég ekki að vera neitt sérfræðingur í því hvað er eðlilegt, en ég held ég get nú alveg sammála að þetta er ekkert rosalega mikið, þetta er ekkert stór hluti. Já, þið afsakið að ég gerir þetta svona en mér er bara skemmtilegra að gera sjálfur en það er ég myndlistarmaður sko. Ég teiknaði þetta bara. Og svo er hérna annað graf sem ég er að vinna í. Þetta er sem sagt hlutinn, menning og listir. Hún er svona. Þetta er dálítill kassi. En þetta eru menningar og listir frá 2019. Menningar og listir í dag er svolítið minna. Menningar og listir í dag er cirka hér. Eigum við eitthvað að athuga það. Hversu vel Akureyrarbær er að standa sig í því sko. En nú vita allir að Akureyrarbær er velrekið sveitarfélag. Þetta er 2024. Nýjustu reikningar sem eru til á vefsíðunni. Það er bara lækkað umtalsvert. Og eins og ég segi, allir vita að Akureyrarbær er velrekið sveitarfélag. Og Akureyringar og bæjarfulltrúar eru ánægðir alltaf á hverju vori þegar þeir tilkynna hversu vel bæjarsjóður hafi komið út fyrir síðasta ár. En það er líka alltaf verið að lækka hlutfalli sem fer í menningar og listir. Og nú ætlum við bara að biðja ykkur vinsamlegast að snúa þessari þróun við. Því við getum ekkert lifað við þetta.